Já, komið þið sæl. Heyrðu, já, ég ætla að fara yfir með ykkur svona reynslu okkar í Arion og segja ykkur lítið frá hvernig við höfum staðið að þessum málum. En ég við erum 2 mannustjórnir hjá Arion banka, bara ætla að leiðrétta staðreyndir. Nei. Ég mannustjóri og sinni upplýsingatæknisviði, viðskiptabankasviði og verði dótturfélagi. Mér langaði bara rétt að byrja aðeins á að draga fram nokkur atriði úr mannauðsstefnunni okkar og þar langaði mig að draga fram að við leggjum áherslu á að skapa jákvætt og hvetjandi umhverfi og við leggjum einnig áherslu á stuðning við starfsfólki okkar og síðast en ekki síst að við leggjum metnað í að vanda til viðskilnaðar við starfslok. Og þetta eru svona leiðarljós sem við bara höfum allan þann starfstíma sem að einstaklingar eru hjá okkur í starfi, óháð hvernig starfslokin ber að. Hvernig þetta hefur verið að þá eru reglur bankans á þá leið að starfsfólk lætur á störfum við 67 ára aldur. Og fram til ársins, þetta verður eitthvað klest hérna. Þetta þýðir bara við sjáum þetta ennþá betur. Já, einmitt. Það þarf enginn að taka upp gleraugun. Nei, þess að fram til ársins haustsins 2021 þá var þetta svona á þá leið að almennt bara reglurnar eru þessar að starfsfólk að láta störfum við 67 ára aldur. Ráðningarsambandinu því var sagt upp með skriflegu uppsagnarbréfi og þetta var að gerast á 6 mánuðum fyrir þessi tímamót að starfsfólk náði 67 ára aldri. Uppsagnarfrestur hjá þessum aldurshópi eru 6 mánuðir og samtalið var í höndum mannauðsstjóra. Okkur fannst það nú kannski svona köld nálgun og vildum aðeins endurskoða þetta hjá okkur og við erum búin að vera í samstarfi við Auðnast eða kaupa þjónustu hjá Auðnast í nokkur tíma og þau voru meðal annars búin að benda okkur á það að væri mikilvægt að vera með sérstaka stefnu starfslok vegna aldurs. Og það væri bara meðal annars fælist í því gagnsæi og það væri þá bæði fyrir starfsfólk og stjórnendur mikilvægt að vera með þessa stefnu. Þannig við fórum í vinnu 21 og endurskoðum aðeins þennan feril hjá okkur og kynnum og innleiðum stefnuna haustið 21 með það að leiðarljósi að auka sveigjanleika. Hann búið að tala svolítið sveigjanleika í kerfinu og annað og jafnframt stuðning við starfsfólk. Það sem að breytingarnar sem við gerðum voru á það leið að nú færðum við samtalið til stjórnenda, færðum það framar þannig að svona upp úr kannski í kringu 64 ára aldurinn voru samtölin að byrja. Og einnig kynntum við þar að það var í boði að minnka við sig vinnuframlag óháð því að hefði áhrif á launin. Þannig að þessa síðustu mánuði í starfi að þá gat fólk minnka við sig vinnuframlag þannig að starfsmaður í fullu starfi gat farið niður í alltaf hálft starf og það var ekki að hafa áhrif á laun. Þannig að við svona mátum þetta þannig að þarna væri við að styðja eins betur við og horfa til þessar viðskilnaðar og þetta bara hefur reynst vel og núna í haust þá bara dustum við aðeins rykið aftur af stefnunni og tvíkum henni örlítið til, endurskoðum og með það leiðarljósi að auka enn frekar á sveigjanleikann og nú þetta orðið sem sagt erum við að byrja að bjóða fólki að svona frá 65 ára aldri getur að fara að minnka við sig vinnuframlagið og þá að nýta ígildi uppsagnarfrestsins til þess að minnka starfshlutfallið þannig að þetta hafi ekki endilega, hafi þá ekki áhrif á launin. Auðnast hafði líka bara rætt það við okkur að það væri mikilvægt að starfslokastefna eða stefnu starfslok vegna aldurs væri ég ætla að bakka aftur. Einn annar punktur sem við settum inn varandi svona að vera með aðeins mýkri nálgun á þessu að það ekki lengur þetta uppsagnarbréf heldur erum við að semja starfslok við starfsfólki þannig að við svona tókum aðeins mýkri nálgun á þetta allt saman.
Auðnast hefði líka rætta við okkur að það væri hérna, eins og ég sagði, mikilvægt að vera með þessa sérstefnu og hún væri bara svona partur af mannauðsstefnunni. Við erum með ýmsar stefnur þannig að hún bara fellur undir mannauðsstefnuna hjá okkur og markmiðið er að fólk upplifi að hérna, það sé sveigjanleiki þegar kemur að þessari ákvörðun. Þau séu rædd tímalega, starfsflokkinn og af hreinskilni. Og undirbúningurinn, hann er ekki eingöngu hérna fyrir starfsfólkið, heldur erum við líka að styðja við stjórnendur, af því nú er það í þeirra höndum að taka samtölin, þannig að þau fá handleiðslu og fá leiðbeinandi spurningar og annað og eru undirbúin undir það að taka samtölin við starfsfólkið sitt. Nú, við vildum líka bara vera með svona hérna, gagnsæi í þessu og höfum sett allar upplýsingar inn á innri vefinn. Upplýsingarnir eru aðgengilegar á öllu starfsfólki og skelltum þessu upp í svona bara myndrænt form, eru með þessa tímalínu, svona þessa framvindu. Þetta er ekki endilega skref sem að allir fari í gegnum og þarf ekki alveg að vera svona upp á punkt á prik, en þetta er bara þannig að bæði starfsfólk, stjórnendur, mannauður, þú veist, það séu bara einhvern veginn allir klárir á sínu þegar kemur að þessum undirbúningi. Við höfum verið að bjóða sem lið í undirbúningnum, þá býðst starfsfólki námskeið, þátttaka í námskeið sem heitir tímamótatækifæri og er unnið í samstarfi við Auðnast. Og þar eru ýmis efnistök sem eru hérna á talinu upp á bæði mjúkumálin, en það er líka farið inn á fjármálin og þar eru rætt lífeyrismálin. Helga, þú þekkir það, við erum nú verið með erindi á þessum hérna námskeiðum. Og það er bara lykilatriði að upplifun starfsfólks sem er á þessum tímamótum og hefja þetta æviskeið að undirbúningur sé góður og það bara skiptir alveg lykilmáli í bara hvernig upplifur líðan og fólki bara í raun getur vegnað á þessu hérna spennandi æviskeiði. Já, þetta eru 2 daga námskeið og bara verið góð þáttaka. Við erum að bjóða svona fólki á aldrinum 64, 5, 66, aðeins mismunandi eftir svona tíðni námskeiðana. En í mínum huga, þú veist, ég er talskona fyrir því að bara að hérna bjóða fólki 60 og eldri en það eru svona skipta skoðanir í hana hópnum og eins hefur það aðeins reynst hérna sem kemur mér virkilega óvart því að ég er 50 og að verða 50 og hérna og ég er alltaf að hugsa, ég er ekkert búin að kannski að hugsa mikið það sjálf en hugsa alltaf með mér bara og ég veit að maður á auðvitað að fara að byrja að huga að þessu þannig að ég myndi alveg stökkva til held ég, þú veist 60 og bara segja já takk, ég vil mæta en svona aðeins verið einhvers konar tabú eða hvað það er sem að svona upplifum fólk hérna svona stundum þegar við höfum þurft að bjóða kannski yngra fólki heldur 64 og svona kemur aðeins svona eitthvað resistans sem ég finnst alveg undarlegt og hérna og vil breyta því sannarlega þú veist þannig að maður vill einhvern veginn þetta verði bara þetta er bara partur af því að byrja að hugsa þetta og þau sem hérna sækja námskeiðin segja mörg hver ég vildi hefði byrjað að hugsa út í þetta fyrr þannig að það er svona reynslan sem hefur alveg kennt manni það og sýnt að það getur verið gagn að hérna vera bara jafnvel yngri þegar maður byrjar að huga þessu. Svo langaði mér bara hérna að segja ykkur að við erum búin að vera í alveg áratugi, standa fyrir eftirlaunakaffi og hérna þetta er svona 5-6 sinnum á ári, 50-60 mann sem koma saman, þannig að þetta er hópur fólk sem hefur hætt hjá okkur í tengslu við aldur og núna í nóvember var hérna, við erum alveg nokkra svona aldursforseta en hún Halldóra sem var starfsmannstjóri hjá Búnaðarbankanum, hún er búin að sækja þetta í þessa hérna kaffisamsæti í 24 ár, algjör meistari. Og núna nýverið þá var tekin upp svo nýbreytni að mögum einnig boðið með að koma með þannig að mér finnst þetta alveg bara, þetta er algjörlega frábært. Ég veit ekki hverju klúðru við klærunum mínum, það var alveg sérstaklega fínar. Mér langaði bara svona aðeins að fara yfir tölfræðina á þessum 3 árum sem við erum þá búin að vera með þessa stefnu starfslok vegna aldurs
Á þessu tímabili, núna 3 árum, þá þetta 32 einstaklingar sem eru í þessum hópi, svona 7 til 11 aðilar sem að hætta á ári hverju. Aldurshlutföllin, 84% konur og 60% karlar. Kynjahlutföllin í bankanum ekki alveg á þessa leið. 78% eru á aldrinum 66-67 ára, þannig að það ekki þannig að einmitt hópurinn sé fjölmennur sem að hættir svona yngri, engin undir 62 ára í hópnum, þannig að 41% hafa nýtt sér þennan valmöguleika að geta minnkað starfshlutfallið, önnur hafa kosið að hætta án vinnuframlags og en í ár, eða svona, stefnir í að það verði 58% sem nýta sér það að minnka vinnuframlagið. Þannig að við erum aðeins að sjá breytingu, en samt í trendum ef maður skoðar árin hvert fyrir sig, þá þetta ekki trend sem eitthvað svona stígandi, heldur bara dálítið mismunandi eftir samsetningu á hópnum, myndi ég segja. Nú, við ætlum bara að vera aðeins að endurskoða námskeið, tímamót og tækifæri, þú veist, einmitt þetta með hópinn sem við erum að bjóða og reyna svona bara að tala fyrir því að það sé ekki á þá leið að við séum að stýra fólki út, heldur sé þetta bara þannig að þau séu sannarlega við stýrið og geti sjálf haft bara einmitt nýtt sér sveigjanleikann sem að lífeyriskerfið býður upp á. Við sjáum það líka að þetta orðið samt sem áður þannig, núna komin þessi 3 ára reynsla að bæði starfsfólki að nálgast þessa bara umræðunar og fyrir stjórnendur og annað, mér finnst þetta allt verið orðið þannig að þetta orðið mun þjálla og bara svona eðlilegur partur af því að það engin að, þú veist, við erum ekki að stýra fólki, heldur þetta bara við viljum undirbúa fólki vel þannig að það geti einmitt bara sjálft, af því ég held að þetta sé bara algjörlega eins og kom fram hjá Hildi, þetta með allar ákvarðanir sem við erum að taka, það skiptir ekki máli hvort þær eru litlar eða stærri, að oftast nær það þannig að við alveg bara leggjum mikið ákvörð að taka alltaf réttu ákvörðuna, en oftast nær erum við bara sátt þegar við erum búin að taka ákvörðun, hver sem hún svo sem. Já, heyrðu, þannig þetta mitt innlegg. Takk fyrir.